fyrrverandi borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson, formaður umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar, skipulagsráðs væntanlega, geri ég ráð fyrir. Og Þorsteinn Hermannsson og Ólöf Kristjánsdóttir frá Mannvit ætla aðstoða við þetta, geri ég ráð fyrir að þau hafi verið sérfræðingar á bak við þessa vinnu. En sviðið ykkar. Já, komið þið sæl og takk fyrir að bjóða okkur hérna. Gott að heyra að Alþingi er að ranka við sér. En já, talandi hjól, ég var nákvæmlega 25 mínútur að hjóla hérna. Ég viðurkenni það að ég fylltist fordómum þegar ég frétti að þetta ætti að vera hér inn í Smáralind, af því að mér finnst það mjög óárænilegt. En svo var þetta bara frábært, hjóla hérna í svona léttum úða og ekki nema 25 mínútur. Þannig að það er eins og hvað reynda fram hjá þingmönnunum að þegar maður leggur á stað að þá reynist þetta miklu minna mál en heldur maður heldur þegar heimir situr. En það fyrir nákvæmlega ári síðan á hjólreiðaráðstefnunni að þá kom ágætur gestur fyrir borgarstjóri Kaupmannahöfn, Klaus Bontam og formaður hjólreiðasamtækana í Danmörku og hann var mjög góða ræðu og hitti borgarstjóra og mig og fleiri á eftir í skemmtilegum hjólreiðatúr og var með ýmsar ábendingar og hvatningu og upp úr því kom svo hugmynd og var svo tillaga til í borgarráði, það er rauninni nákvæmlega ár síðan, að fara í vinnu við að endurskoða hjólreiðaáætlunina frá 2010 og það varð úr að það var skipaður hópur sem skipaður pólitískum fulltrúum með frábæri fólki frá sviðinu og líka frábæri fólki Þorsteini og Ólöfu frá Mannvit sem tók að sér svona megin vinnuna og það má kannski segja það að hjólreiðaáætlunin frá 2010 fyrir Reykjavík að þar voru menn dálítið mikið í vissum skilningi að finna upp hjólið því að hjólreiðar voru ekkit óskaplega algengar bara fyrir þessum 5 árum síðan. En síðan hefur mjög margt gerst og það er örugglega talsvert þessari hjólreiðaáætlun að þakka því þar var lögð fram mjög metnaðarfull stefna til að myndum að leggja 100 km hjólastígum á næstu 10 árum. Og þar að ekki vil svo vel til að það er einhver svona opaslega sterk og flott og frábær hjólabylgja sem gengur yfir heimsbyggðina. Og þannig að það var eins gott að Reykjavík rankaði við sér þarna fyrir 5 árum og fór að undirbúa innviði borgarinnar og það er engin vaf á því að við þurfum að halda áfram á fullum dampi. Það voru settir 350 milljónir í hjólastíga í ár og það verður líka gert næsta ár og næsta ár og næsta ár. Og bara rétt til að rifja það upp að það kemur örugglega fram hér og eftir að það var svona lögð áhersla á í svona verkefnislýsingu nýrrar hjólreiðaáætlunar. Það má kannski orða það þannig að 2010 voru við svolítið að finna upp hjólið en núna er meira áhersla lögð á aðstæður hjólafólks. Aðstæður við skóla, opinbera staði, merkingar, samræmingu hjóla leiða og það var eitt af því sem þegar ég lagði á stað í morgun þá var ekkert alveg klár á hvaða leið væri best að fara en þegar þessi hjólreiðaáætlun er komin í gagnið þá veit ég mun geta valið milli sveitarfélagana, rauða, bláa, græna leið og ég veit hvað hann margir kílómetrar. Það er eitt af því sem felst í þessari samræmingar og merkingarstefnu. Og ég held að vera ótrúlega ég held að það eitt og sér vera ótrúlega mikilvægt en ég ætla ekki að hafa fleiri orð og bjóða þau Þorstein og Ólöfu að kynna áætlunina. Gjörðu svo vel. Það komið sæl, gaman að fá að tala á þessa ráðstefnu eins og ávallt. Ég segi ávallt, ég er búin að tala mjög oft, það er svona óvart, sérstaklega ég veit það. En við ætlum semst að fara hér, ég ætla að fara aðeins við fyrir hlutan og Ólöf tekur svo við með seinni hlutan af þessari kynningu. Já, það gerist eitthvað upp á skjánum en ekki hér. Ok. Heyriði, þetta sem sagt, glæran hreyfist ekki hér en hún hreyfist þarna. Þetta, árið 2010 eins og Hjálmar sagði var samþykkt að ráðast í gerð hjólreiðaáætlun fyrir Reykjavík og tillaga hjólreiðaáætlunar var lögð fram í febrúar 2010. Það sem mér finnst mjög skemmtilegt við hana er að það voru 14 borgarfulltrúar í borgarstjórn sem samþykkt hana og einn satt hjá. Þannig að það var enginn á móti þessari áætlun í upphafi. Þannig að þetta var algjörlega þverpólitískt sem skiptir rosalega miklu máli upp á alla framtíð að gera.
og þarna var unnið ákveðið tímamótaverk og þið sjáið hér á þessu korti sem birt í hjólreiðaáætlun 2015-20 að það heilmikið búið að gera á þessum tíma. Og þarna eru reyndar sýnd gögn úr landupplýsingakerfi Reykjavíkur sem sýna alla hjólreiða og göngustíga sem hafa verið byggðir frá 2006 til 2014 en eins og það sjáið þá þetta heilmikið af infrastruktúr sem hefur verið byggður á þessum tíma. Svona, ok, núna. Já, en eins og Hjálmar sagði þá samþykkti borgarstjórnin í október 2014 að endurskoða hjólreiðaáætlun og skipa starfshóp og kannski fyrst og fremst átti þessi starfshópur að fara yfir framkvæmdaáætlun og gera nýja aðgerðaráætlun til 5 ára en hann átti sérstaklega að fjalla hjól til ferða til og frá skóla, átak til að kynna möguleika borgarbúa á hjólreiðum, hjólastæði, hjólamerkingar og skilti, hann átti að fjalla sýnileika hjólreiði í stjórnkerfinu, aðgerðir til að fá atvinnulífið og stóra vinnustæði í lið með borginni og skilgreina mælanleg markmið. Og þetta hljómar bara mjög svipa því sem að Robert Marshall var að kynna hérna áðan, sem mjög gott að heyra. Nú, hjólreiðaáætlun 2015-2020, þetta verður ekki gefin út bók eins og síðast sem að endaði eins og fræktur orðið í mörgum kössum undir borði hjá einu borgarstarfsmanni, af því að það gekk ekki allt út. En þessi stað sett fram á vefnum hjolaborgin.is sem verður heimili þessar hjólreiðaáætlunar og allra hjólatengdra upplýsinga sem Reykjavíkurborg vill miðla. Þetta verður nýtt heimili allra hjólatengdra upplýsinga og hjólreiðaáætlunar. Hún sett fram í 2 hlutum, það annars vegar A-hluti sem eru markmið, framkvæmdir og aðgerðir og svo fylgiskjal við hana sem eru svona upplýsingar hjólreiða, staðan, tölfræði, dæmi og fræðsla. Og þessar myndir sem þið sjáið hér að neðan úr þessu seinna skjali, þessu upplýsingaskjali og fræðsluskjali sem líka sett fram á vefnum á skemmtilegan hátt. Nú megin markmið hjólreiðaáætlunar 2015-20 að auka hlutdeild hjólreiða í öllum ferðum í borginni. Samkvæmt ferðavenjukönnun var hlutdeild hjólandi í öllum ferðum í Reykjavík 5,5% í október-nóvember 2014 og samkvæmt aðalskipulagi Reykjavíkur til 2030 á hann að vera að minnstakosti 8% á þeim tíma. Þannig að þessi hjólreiðaáætlun að setja sér þau markmið að það verði línulegu vöxtur til 2030 og það verði þá 2020 allavega að minnstakosti 6,5% allra ferðafarnar á hjóli í Reykjavík. Meginmarkmiðið að skapa áfram umhverfi sem hvetur til hjólreiðar þannig að Reykjavík verði góð hjólaborg og það meira í þessari áætlun heldur en í fyrri áætlunum mjúkar aðgerðir, semst annað en að nota malbik og steypu heldur hvatningaherferðir, herferðir með atvinnulífinu og svo framvegis, samgöngustyrki og fleira. Það sett mælanu undir markmið hvernig á að ná þessu 6,5% árið 2020 og 8% árið 2030 og gert ráð fyrir að framvinda á staða verið kynnt árlega í umhverfis- og skipulagsráði og í borgarráði og framkvæmda áætlun sem settir þarna fram verði endurskoðað á 3 ára fresti. Svona megin markmið í þessu eins og ég segi að hlutdeild hjólandi í öllum ferðum í Reykjavík vaxi línulega til 2030 og ná 8% þá og þannig að það verði að minnstakosti 6,5% árið 2020 og að ná þessum markmiðum aðalskipulags líka hlutdeild hjólandi og gangandi árið 2030 sem 30% ef mann rétt, að það verði þá orðið allavega 26% árið 2020. Þú sett fram svona mælanlega undirmarkmið líka að halda áfram að byggja upp sérstaka hjólastíga sem eru aðgreindir bæði frá bílum og gangandi. Það ekki algilt lausn að gera það sjálfsögðu ekki, en það samt sett ákveðið markmiðum það að því verði haldið áfram að byggja sérstaka hjólastíga. Þriðja markmiðið sem sett upp að það verði árið 2020 komin hjólastæði við alla grunnskóla Reykjavíkurborgar fyrir 20% nemendum og starfsfólki. Þetta stefna sem tekin úr aðalskipulagi Reykjavíkur og að hafin verði markviss vinna að því að helmingur hjólastæði við grunnskóla verði yfirbyggð þar að auki. Fjórða markmiðið tengist því að það svolítið óttast það svo einsleitur hópur sem sé að hjóla. Það skorti, það þurfi fleiri þurfi kannski ekki endilega, en það megi mun fleiri konur hjóla og svo framvegis og þannig að það þarf að kanna sérstaklega hvernig á því stendur og kanna þá öryggistilfinningu og viðhorf fólks til hjólreiða á árinu 2017, reyna að finna út hvaða
sem að veldur því að það er ekki allir sem eru tilbúinir að fara út að hjóla og reyna þá að stefna jákvæðri þróun bæði í öryggistilfinningu og viðhorfi. Nú, þessi hjólreiðaáætlun, það er eins og hún segi, hún er sett fram í þessum mælanlegu markmiðum og þessum megin stefum, en svo listuð upp 11 aðgerðir sem eru þá framkvæmdur á aðgerðir 2015 til 2020 og við ætlum að segja ykkur svona frá, 5 þeirra, svona tæplega helmingnum núna, en allt annað getið að sjálfsögðu nálgast inn á hjólaborgin.is þar sem að hjólreiðaáætlun er að finna. En þetta er semst sett fram sem þá uppbygging hjólaleiða, fjölgun hjólastæða, auknar hjólreiða barna og unglinga, fjölgun þeirra sem hjóla til vinnu, litaðar lykileiðir og merkingar við hnútpunkta, hjólreiðar og almenningssamgöngur, viðhald og vetrarþjónusta, lýsing, hjólaleigur, deilikerfi, þetta er semst enska heitið bike sharing, samstarfum lög og reglugerðir og síðast en ekki síst hvað vinnustæður Reykjavíkurborg ætlar að gera til þess að efla hjólreiðar. En þá ætlum ég að gefa Ólöfu orðið og hleypa henni í að fara í gegnum framkvæmdir og aðgerðir þessi dæmi. Þakka fyrir Þorsteinn. Ég er að velta þegar mér er svona bendill. Já, ok. Jú. Já, ég ætla að fara í aðgerðirnar. Fyrsta aðgerð 1, snýst uppbyggingu hjólaleiðanna sjálfra. Og við erum búin að setja upp á kort þetta það sem að er svona á döfinni hjá Reykjavíkurborg á næstu árum og þar er þessi stærstu verkefni sem ég ætla að nefna eru Kringlumýrarbraut, þessi góða norður-suður tenging sem eru þá komin á og þar þegar hafin vinna við þetta verkefni og líka stuttur en mikilvægur bútur þarna tenging við Kópavog. Bústaðavegurinn, bara eins og hann leggur sig frá Elliðaárdalnum og að gatnamótunum við Miklubraut og Snorrabraut og með sérstaka áherslu á að bæta tengingu hér. Við höfum fengið töluverta ábendingum þessi gatnamót, að það sé erfitt að komast yfir þau og þannig að það verður sérstaklega athugað þegar kemur á hönnun. Elliðaárdalurinn sjálfur, þar er svolítið framkvæmdir og 2 þveranir meðal þar inn í og svo er Miklabrautin og alveg út á Hringbraut frá Elliðaárdal og að Ánanestum, langur og góður kafli þar. Svo erum við líka tökum sérstaklega fram í áætluninni að hönnun og leiðbeiningarnar, hönnun fyrir reiðhjól sem að er frá 2012 og þær verði yfirfarnar á tímabilinu. Þar eru allar detail lausnirnar varðandi hjólaleiðir og þveranir og við erum alltaf að læra og reka okkur á eitthvað nýtt bæði hérlendis og erlendis, þannig að það er mikilvægt að það sé farið yfir þetta reglulega. Setjum fram, höfum tekið saman á þetta kort þá í rauninni hvernig staðan ætti að verða þegar að öllum þessum framkvæmdum sem að liggja fyrir verður lokið. Og það sést kemur veljós að það eru þá komin mjög góð samfella í kerfið. Við höfum verið að leggja áherslu á að einmitt svona kannski klára ákveðin bútasaum sem hefur verið þannig að við náum þessari góðu samfellu í kerfinu. Og er rauðar línur er það sem eru hjólastígar sérstakir. Aðgerð 2 snýst fjölgun hjólastæða og þar erum við að leggja til að á tímabili hjólreiðaáætlunar til 2020 að þar sé markmið alskipulags Reykjavíkur til 2030 uppfyllt heildarfjölda hjólastæða við grunnskóla og það er að það verði þá við alla grunnskóla í borginni hjólastæði fyrir 20% nemenda og starfsfólks. Og við höfum sett upp þetta kort fyrir þetta þar sem að kemur fram að skólar sem eru merktir grænir, að þar eru nú þegar þetta markmið uppfyllt 20%. Þeir sem eru merktir gulir, þar eru hjólastæði í dag fyrir 10-20% af starfsmönnum og nemendum og þeir sem eru merktir rauðir eru með færri hjólastæði, allt niður í bara nánast ekki neitt.
Þannig að þarna eru þá í heildina 1500 nýhjólastæði sem þarf að bæta við til þess að ná þessu markmiði. Og við setjum líka markmið að fjölga hjólastæðum við sundstæði og íþróttamannvirki og í miðbænum. Og að hafin verði vinna við að helmingur hjólastæði við grunnskóla verði yfirbyggð. Þessir staðir, grunnskólar, sundstæðar, íþróttamannvirki og miðbærin eru staðir sem búið að gera mjög góða úttekt á hvernig staðan og þess vegna svona næsta skref bara að fara að hefja standa við það. En svo nefnum við líka í áætluninni að það verði farið í það að gera úttekt á fleiri stöðum eins og við framhaldsskóla, leikskóla, frístundaheimili og félagsmiðstöðvar. Við erum samhliða gerð áætlunar, erum við búin að leggja fram þessa tillögu að svona lita merkingum á hjólreiðakerfinu á öllu höfuðborgarsvæðinu og að gerð verði skilti, annars vegar töfluvegvísar og hins vegar píluvegvísar byggt á þessum lita merkingum til þess að auðvelda fólki að komast og það er búið að fara með þessa hugmynd til hinna sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu og til innanríkisráðuneytis og lögreglu og þetta hefur fengið bara mjög góðar undirtektir, engar athugasemdir. Þannig að ég sagði sér ekki títi fyrirstu að fara að halda áfram með þessa vinnu. Aðgerð 4 snýst að fjölga þeim sem hjóla til vinnu. Það snýst samstarf með aðilum vinnumarkaðarins til að fjölga þeim sem hjóla í og úr vinnu í borginni með áherslu á að kynna fyrirtækjum og einstaklingum jákvæð áhrif samgöngusamninga, milli vinnustaða og starfsmanna. Og svo síðasta aðgerð sem ég ætla að fara í sérstaklega, þá beinum við sjónum okkar að Reykjavíkurborg sem vinnustað og leggjum til að fyrir 2018 standi öllum starfsmönnum Reykjavíkurborgar til boða að fá greitt fyrir að ferðast á hagkvæman og vistvænan hátt til og frá vinnu með undirritun samgöngusamnings. Og við setjum fram það markmið að minnstu kosti 30% starfsmanna Reykjavíkurborgar nýti sér samgöngustyrki til lengri eða skemmri tíma árið 2020. Það er mörg fyrirtæki í borginni þegar byrjuð að borga starfsmönnum samgöngustyrki. Landspítalinn hefur gert það með góðri reynslu. Hjá þeim samkvæmt könnun í fyrra og voru 28% starfsmanna sem nýttu sér samgöngustyrk. Við hjá Mannviti höfum verið með samgöngustyrki frá 2008 og reynslan hjá okkur að það er 30-40% að jafnaði á ári. Þannig þetta er alveg raunhæft markmið, 30%. Aðeins ég er búin að fara yfir 5 af þessum aðgerðum sem í áætluninni og svo eru aðrar 6 auknar hjólreiðar barna og unglinga snúast að þar erum við að leggja til átaksverkefni í grunnskólum og við höfum líka haft til hliðsjónar skýrslu frá skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar sem nefnist Ævintýri, hreysti og sjálfstæði og snýst hjólreiðar barna og unglinga og svo skýrsla og hjólreiðaáætlunin styðja vel hvor aðra. Við höfum lagt mikið upp á því. Aðgerð 6 snýst samþættingu hjólreiða og almenningssamgangna. Í rauninni aðgerði til þess að auðvelda fólki að taka síðasta eða fyrsta spölinn í sinni ferð í strætó. Aðgerð 7 snýst að gera úttekt varðandi viðhald og vetrarþjónustu á stígum. Svo erum við aðgerð lýsingu. Það er töluvert hröð tæknitróun varðandi lýsingu og mikilvægt að fylgjast vel með þar til að halda uppi vandaðri lýsingu í borginni. Og svo er eins og Steini kom á þegar í gangi á borginni verkefni varðandi hjólaleigur og það sem snýst að borgin útvegi pláss fyrir aðila til þess að setja upp hjólaleigur. Samstarf lög og reglugerðir. Það er samstarf Reykjavíkurborgar, innanríkisráðuneytisins og lögreglunar til að tryggja að þessir aðilar séu samtaka í því að efla hjólreiðar og að lagaleg staða hjólreiða innviða sé skýr.
var svo upptalning búin. Spurning hvort við náum að opna hjólaborgin.is bara til þess að sýna. Já, endilega, gerið það. Bara þakka ykkur fyrir þetta og greinilega áhugaverð og metnaðarfull markmið sem Reykjavíkurborg hefur sett sér í þessari áætlun og vonandi að við förum að vinna þetta líka í hinu sveitarfélögunum og getum kannski unnið þetta á vettvangi svæðisskipulagsins jafnframt. Því að alveg svo bent var hérna áðan þá vinnur fólk kannski í Hafnarfirði en býr í Reykjavík eða öfugt eða Mosfellsbæ og þar alveg að komast á milli þessara svæða. Þessi vegur var opnaður bara núna í vikunni og hjólaborgin.is og þarna eins og komið inn á hana núna þá það rauninni hjólreiða áætlunin. Það skjal búið að setja fram á þessu vefformi á flottan hátt, mjög skemmtilegan hátt og svo verður þetta lifandi skjal og það verður bætt inn á þetta eins og þróast. Já, ég bara hvet fólk til að skoða þetta, þennan skemmtilega vef. Frábært. Það var líka PDF fyrir þá sem vilja prenta þetta út. En eru einhverjar spurningar? Gjör svo vel. Morten heit ég. Ég að velta fyrir mér hvort það sé hluti á að tala betur við aðra, almenning, vegna þess að það virðist vera uppi einhvers konar misskilning og svona eitthvað að þetta kosti miklu meira en það skili og að það sé verið að þrengja einkabílum og svona. Það þarf kannski að tala ekki bara við þá sem kannski geta hugsað sér að hjóla, en líka inn í þetta pólitíska samtal og röflið sem maður sér í athugasemdakerfinu og svo framvegis. Morten spyr vegna þess að við erum að taka þetta hérna upp og við erum ekki með hljóðnema sem fer út í sal. Þannig að Morten að spyrja hvort að inn í þessari áætlun séu einhverju stefnur auki samtal ef ég skil þetta rétt. Það Hjálmar, má bjóða þér að bregðast við þessu? Segja eitthvað, jú, ég meina þetta eins og þetta sett fram tilboð samtala því að þetta sett fram á mjög svona einfaldan og aðgengilegan hátt og fyrir ekki einhverja bæklinga sem enda í skúffum eins og fínir og þeir nú heldur eru þetta nýjasta teknovísindi opbáslega flottur vefur sem sagt hægt að fá mikið upplýsingum og allskyns bakgrunnsupplýsingur og ítarefni. Þannig að það tilboð samtal, en svo þetta þannig og það bara allt í lagi að það munu alltaf verið einhverjir sem algjörlega á móti hjólreiðum og hafa enga trú á því og mun alltaf tala það niður og við þurfum ekki að það finnst mér ekki vera tilboð samtal, það bara einhverju svona alhæfingar og við þurfum ekki að vera stressuð við því. En í almenna þá myndi ég segja koma aðeins fram áðan að mér finnst, og við teljum það að þá kom fram hjá Ólöfu og Þorsteini að það má kannski segja það að þessi hjólabylgja hefur skilað okkur stórkostlegum árangri en það dálítið einslutur hópur sem að hjóla. Það búið að kanna það alveg nákvæmlega. Það eru mikið kallar sem eru frekar vel launaðir og hafa efni á flottum hjólum og stórkostlegt en verkefni næstu árin hlýtur að vera að höfða til miklu víða stærri hóps þannig að verið alvöru hjólasamgöngur. En nota bene þetta verður alltaf valkostur. Það enginn að þrengja einum til eins eða neins. Takk fyrir þetta. Eru fleiri spurningar sem brenna fólki? Já, gjör svo vel. Einu östu til Ólafar. Þú nefndir að það væri einhver tilbyggi í gatnamót á Bústaðavegi ef ég skildi rétt sem væri slæðin en það var ómynd að sjá hvað þú varst að benda, hvaða gatnamót eru? Spurt gatnamót á Bústaðavegi. Ólaf, getur svarað því? Þetta eru sem við höfum fengið ábendingar og það gatnamótin þar sem Bústaðavegur kemur. Miðslægu gatnamót, já. Bústaðavegur, Snorrabraut, Miklabraut, Hringbraut. Þar sem í rauninni það hægt að fara yfir bara öðru megin á brúnni. Þannig að fólk þarf að fara undir brúna og taka sveig og upp á hann aftur og en það er kannski ekki komin einu lausn á þessu en það öllum að borginni meðvituð að þetta þarf að skoða vel. Og þetta kannski kemur sérstaklega fram Já, endilega svo heyrist kemur kannski sérstaklega fram í því að þeir eru verið að leggja
hjólastíg eftir öllum bústaðaveginum og niður Skógarhlíðina sem verður rosalega flott og svo kemur Snorrabrautin í framhaldinu að það er rof þarna og það þarf að leysa þennan hnútpunkt mjög vel til þess að þetta virki almennilega, þannig að vera ekki bara, dead end, báðum einn. Flott, takk fyrir það. Er einhver svona eina lokum, annars held ég að þessi tíma fari í næsta? Er einhver sem brennur? Gjör svo vel. Já, takk fyrir þetta með, Sigríður heiti ég og mér langaði aðeins að heyra, ég bara velti fyrir mér hlutdeild hjólandi í borginni, þegar ég segi það markmiðið sé 8%. Er það ekki svolítið lítið með svona ýmsu aðra sem hafa verið að fara þessa leið, aðra borgir? Ég veit að kannski Þorsteinn er kannski kunnugur þessu. Já, það er sem sagt spurt hvort að það að stefna að 8% sem sagt notkun hjólreiða, það þeirra sem er að ferða sína ferðir séu 8% að nota hjólreiðarnar, er það of lítið og lágt markmið? Stendur á minnstakosti 8%. Þetta er bara hóflegt markmið myndi ég að segja. Þetta, auðvitað væri hægt að setja markið miklu hærra og kveða miklu fastar að orði, en við erum þarna að fylgja markmiðum aðalskipulags og svo framvegis, þannig að við förum ekki fram úr því í þessar hjólreiðaáætlun núna, en hver veit hvað gerist í næstu endurskoðun. En úr 4% ef við gefum okkur það upp í 8%, það er rosalega stórt stökk, sko. Þó að í öðrum borgum séum við að horfa á kannski 18-20% hjóli, ef það svarar einhverju. Fætast ég varst upp grafinu. Við vorum með hérna á hvernig, já. Er það ekki að ganga eftir? Nei. En það er í hjólreiðaáætlun og hægt að finna á heimasíðunni. Okay. Já, líka bara mikilvægt í þessu að setja raunhæf markmið. Tekundi það. Við erum nú með að við teljum metnaðarfull markmið hvað almenningssamgöngur varðar og þar ætlum við að fara upp í 8%. Við erum ekki að sjá neitt rosalegan árangur í þessum samgöngukönnunum, þar að segja að það er ekkert mikið hærra hlutfall sem nýtir almenningssamgöngur, en samt sjáum við rosalega aukningu í kerfinu. Því það er náttúrulega líka náttúrulega fjölgun, þannig að þetta er hlutfall og örugglega tiltölulega metnaðarfullt en frábært. En ég ætla að færa ykkur hérna gjöf frá ráðstefnuhaldurum. Þakka kærlega fyrir ykkar innlegg og það er greinilega verið að hvetja fólk til að fara hér og hjóla landið, því þetta eru hjólaleiðir landið. Takk fyrir þetta. Takk fyrir.